Foreldrar við Arnarbakka í Breiðholti eru óttaslegnir vegna sprautufíkla og ofbeldismanna sem hafast við nálægt gömlum verslunarkjarna í hverfinu. Fólki hefur verið hótað líkamsmeiðingum og sprautunálar fundist í bakgörðum. Núverandi og fyrrverandi starfsmenn Orkuveitunnar hafa orðið fyrir þöggun á sínum málum í tengslum við skýrslu innri endurskoðunar málefni fyrirtækisins að sögn stjórnarmanns í Orkuveitunni. Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, segir samkomulag útgöngu Breta úr Evrópusambandinu innan seilingar. Framkvæmdastjórn sambandsins samþykkti í dag drög að yfirlýsingu framtíðarsamband Breta og ESB. VÍS hefur samþykkt að greiða bændum í Álftaveri bætur vegna tjóns í skýstrókum í sumar, þrátt fyrir að hafa hafnað bótaskyldu í upphafi. Samkvæmt bráðabirgðamati nemur tjónið tæpum 8 milljónum. Hjá Fjallalambi á Kópaskeri er allt tilbúið fyrir útflutning á lambakjöti til Kína. Með því yrði hægt að auka framleiðslu fyrirtækisins þriðjung. Gott kvöld. Íbúar við Arnarbakka í Breiðholti segja að ófremdarástand ríki í hverfinu vegna sprautufíkla og ofbeldismanna sem þar hafist við. Fólki hafi verið hótað líkamsmeiðingum og sumir foreldrar þori varla að senda börn sín ein í skólann. Hluta af gamla verslunarkjarna hverfisins hefur verið breytt í íbúðir og það ríkir mikil óregla að sögn íbúa í nærliggjandi húsum. Verslunarkjarnin er við grunnskóla hverfisins og því ganga mörg börn þarna á hverjum degi. Þarna hafa fundist sprautunálar og fólk kvartar einnig undan mikilli kannabislykt. Fólk er hérna allan tíman sólarhringsins í mismunandi ásigkomulagi og annarlegu ástandi. Tíminn þegar börn eru að fara í skólann og þegar maður er að fara að kaupa í matinn eða börnin að fara í bakarí eða eitthvað eftir skóla. Sindri segir að honum hafi verið hótað líkamsmeiðingum. Þetta er orðið þannig að ég á erfitt með að mér líður ekki vel að fara í búðina og ég get ekki sendt börnum mín hingað. Hvers vegna ekki? Það er bara orðin svo mikil neysla, hún er orðin svo opin, hún er svo bara fyrir opnum tjöldum alveg, sem kannski þannig lagað er gott en ekki hvað barnvænt umhverfi varðar eða öryggi. Eru hérna sprautunálar jafnvel út allt? Ég hef séð þær hérna bakvið, já. Ég hef séð fólk með þess að sprauta sig á meðan ég er á leiðinni í búðina til að kaupa og vesla. Þannig að þetta er allt, öll flóran. Hjálmar Jónsson hefur rekið bakarí í hverfinu árabil. Já, ástandið er náttúrulega mjög slæmt þegar krakkarnir og fólki sem býr í hverfinu þorir ekki orðið að fara út í búð. Það er náttúrulega mjög slæmt og kvöldin er þetta náttúrulega ennþá verra. Löggan, hún mætti koma hérna miklu oftar vegna þess að það er þetta útlit hérna þegar fólki er hoppandi hérna á nærfötunum úti, út úr dópa og rugla, þá er þetta náttúrulega mjög slæmt eins og gefur að skilja. Reykjavíkurborg keypti verslunarkjarnan í sumar en tekur formlega við húsinu næstu áramót og þá stendur til að endurskipuleggja svæðið. Lögreglan segist ekki að fengið sérstaka tilkynningu vegna ástandsins en segist líta málið alvarlegum augum. En munið þið auka þá viðveru eitthvað á svæðinu? Við munum gera það eins og tökur á og núna erum við að fara á næsta ári að auka við mannskap í almennu deildinni. Það er að segja að það kemur 4. maðurinn hjá okkur á Næturvatni sem hefur ekki verið hingað til. Þannig að þá getum við nú kannski líka aukið við hvað það varðar með fjöldanum. Þannig að það er verið að fjölga í almennu deildinni hjá okkur sem er jákvætt. Og sjálfsögðu munum við bregðast við því að með auknu eftirliti á þessu svæði, Arnarbakkann og eins og annars staðar í Breiðholti. Já, þetta sagði lögreglan í dag en menn spyrja sig líka hvað borgaryfirvöld geta gert í þessu máli og hjá mér er Þráinn Hafsteinsson, verkefnastjóri hjá þjónustumiðstöðinni hérna í Breiðholti. Þú hefur fylgst með þessu umræðu, hvernig leggst hún í þig? Já, mér finnst þetta grafalvarlegt mál sem að þarf að finna lausn á sem allra fyrst. En mér finnst þetta líka sýna bara metna íbúana, þeir láta vita og þeim er ekki sama og vilja að hverfið sé öruggt og hérna, það sé gott að búa hérna í Breiðholtinu. Sko. En hvað geta borgaryfirvöld gert til þess að bæta úr þessu ástandi? Það er mjög rík hefð hérna í hverfinu fyrir miklu samráði milli íbúa, þjónustumiðstöðvarinnar, lögreglunnar og skólana og við munum reka þetta mál á þeim nótum. Það verður kallað til fundar á morgun strax þar sem að lögreglan og starfsfólk þjónustumiðstöðvarinnar ásamt þeim íbúum sem hafa tilkynnt þessi mál að við munum funda saman og reyna að finna hratt og vel lausn á málunum.
Það eru sem íbúar sem vilja fá aukið eftirlit lögreglu hérna á svæðu, jafnvel lögreglustöð varanlega. Munið þið eitthvað óska eftir því sérstaklega? Já, það liggur alveg ljóst fyrir að við erum hérna með lögregluþjónar sem að standa sér gríðarlega vel og eru frábærir í samstarfi, en þeir eru bara allt of fáir og þess vegna myndum við þykja það með þökkum að fá hérna lögreglustöð fyrir hverju hverfið eins og var hér áður fyrr. Takk hérlega fyrir það. Við látum þessu lokið yfir til þín, Bogi. Já, takk fyrir það, Höskuldur Kári. Skref var stigið í dag í átt að samkomulagi útgöngu Breta úr Evrópusambandinu. Donald Tusk, forseti leiðtogaráðs sambandsins, greindi frá því fyrir í dag að framkvæmdastjórn ESB hefði samþykkt drög að pólitískri yfirlýsingu framtíðarsamband Breta og ESB. Þar meðal annars fjallað öryggismál og viðskipti. Þess þó getið að margt megi semja eftir að Bretland yfirgefur sambandið þann 20. og 9. mars. Birta, þessi pólitíska yfirlýsing í dag ekki það sama úr samkomulagi sem var gert í síðustu vikum? Nei, það er rétt. Það gengur náttúrulega svolítið á með samþykktum og drögum að samþykktum þessa dagana, svo það getur verið býsna ruglingslegt. En það sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins samþykkt í dag er pólitísk viljayfirlýsing samband Breta og Evrópusambandsins eftir Brexit. Það er að segja hvernig sambandinu verði háttað milli Bretlands annars vegar og aðildarríkja Evrópusambandsins eftir úrgönguna. Þarna þó engin samningar fastir í hendur, þetta er meira bara ákvaða nótum samningsaðila sjá fyrir sér að þetta verði. Og mjög margt sem á eftir að semjum. Öll dýrin í skóginum að vera vinir. Akkurát, allavega pappírum ennþá. Þetta er eins og þú segir, ekki það sama á samningsaðila samþykkt í síðustu viku. Það eru drög á lagabálki útgönguferli sjálft og það sem framundan er og hvernig verður að því staðið að koma Bretum út úr Evrópusambandinu. Theresa May segir að með þessu öllu séu Bretar loksins að fá þetta Brexit sem meirihluti kjósenda valdi sér í þjóðaratkvæðagreiðslunni fyrir 2 árum og hún kynnti þessa viljayfirlýsingu á breska þinginu í dag. Við skulum heyra stutt brot af því sem þar fór fram. We have an agreed text between the UK and the European Commission. The text is today being shared with the leaders of the other 27 member states ahead of the Special EU Council on Sunday. The negotiations are now at a critical moment, and all our efforts must be focused on working with our European partners to bring this process to a final conclusion in the interests of all our people. En eins og fram kemur hjá mig, björninn ekki unnin. Nei, hann það ekki. Og það er eins og hún sagði sjálf á þinginu í dag gríðarlega mikilvægir 3 sólarhringar framundan. Það lítur flest út fyrir það að leiðtogar aðildarríkjanna muni samþykkja bæði yfirlýsinguna og samningsdrögin helgina á sunnudaginn og það er eiginlega bara formsatriði. En eftir það þá verður Brexit samningurinn, það er að segja þessi lagabálkur úrgönguna, hann verður lagður fyrir breska þingið og eins og staðan er núna er ekki meirihluti fyrir því að hann verði samþykktur þar. Þannig að það er, þó að það þokist í rétt í átt hjá Theresa May, þá er mjög margt ófrágengið svo að næstu sólarhringar verða mjög spennandi. Nú eftir Brexit-málum. Takk fyrir kærlega, Birta. Hingað heim aftur. Orkuveitumálið var ekki stormur í vatnsglasi, heldur mjög alvarlegt mál, segir borgarstjóri. Stjórnarmaður í Orkuveitunni segir að starfsfólk fyrirtækisins upplifið þöggun í málunum. Skýrsla innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar málefni Orkuveitunar, uppsagnir stjórnenda, starfsanda og meinta kynferðislega áreitni var kynnt í borgarráði í dag. Helsta niðurstaða skýrsluhöfunda var svo að uppsagnir 2 stjórnenda hafi verið réttmætar. Þetta hefur verið kallað stormur í vatnsglasi og starfandi forstjóri Orkuveitunnar tók nokkurn veginn undir það á blaðamannafundinum. Ertu sammála því? Ég skildi ekki orð starfandi forstjóra þannig að hún tæki undir það, heldur fékk hún þá spurningu. Mér finnst þvert á móti alvarinni málinu vera mjög mikil og þetta vera tekið föstum tökum og þær ábendingar sem koma fram með þessari úttekt muni leiða til áframhaldandi umbóta innan fyrirtækisins. Er þessu máli lokið? Þessu máli er lokið í þessum fasan það er núna, það er klárlega ekki lokið hjá stjórn á Orkuveitunar. Þar er í rauninni þessi fasi rétt að byrja. Þú hafðir uppi nokkuð stór orð þegar málið kom upp, gekkstu of langt í því? Það finnst mér ekki. Mér finnst eðlilegt að taka svona ásökunum alvarlega. Við eigum að leyfa fólki að njóta vafans. Ég vildi ekki að þeir eru tekin afstaða með neinum í svona máli. Ég vil bara að allir fá að njóta vafans og við reynum að fá öll kurl til grafar og sannleikann fram í dagsljósið. Þannig að ég fagna því að við fórum í þessu úttekt. Ég held að við öll í stjórninni séum sammála það og ég tek fram að við eigum eftir að vinna áfram með niðurstöðurnar. Þar koma fram ýmsar brotalamir, það kemur í ljós að við þurfum að vinna með eitt og annað og við munum taka þá vinna áfram í stjórninni. Þú sagði meðal annars að það væru fleiri svona mál innan Orkuveitunar, er það svo? Það er hluti af því sem kemur fram í þessum rannsóknarhluta sem ekki hefur verið kynntur
og ég kannski saknaði þess svolítið að hann hefði verið fjallað á blaðamannafundi. Að það var svolítið, og ég veit fólk sem upplifði þarna svo litla þöggun. Þar segist Hildur eiga við bæði núverandi og fyrrverandi starfsmenn Orkuveitunar sem komu ábendingum sín mál til skýrsluhöfunda. Það gríðarleg starfsmannavelta og hefur verið í Orkuveitunni og jafnvel akkurat þessi kúltúr að þeir sem að hafa jafnvel verið lagður í einelti eða eldir og einhvern annan hátt, þeim hefur verið sagt upp störfum og það eitthvað sem að ég held að væri ekkert í gangi á þessum tíma. Dyravörður sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás á skemmtistaðnum Shooters í Austurstræti í Reykjavík í ágúst krefur árásamanninum 100 milljónir króna í bætur. Eftir því sem að fréttastofa kemst næst þetta hæsta bótakrafa sem gerð hefur verið hérlendis vegna líkamsárásar. Dyravörðurinn varð fyrir mænuskaða og lamaður fyrir neðan háls. Héraðssaksóknari ákærði í síðustu viku 2 menn fyrir árásin á dyravörðinn og samstarfsmann hans. Einungis annar þeirra þó sakaður að hafa valdið þessum alvarlegu áverkum. Hann enn í gæsluvarðhaldi. Bændur í Álftaveri sem urðu fyrir tjóni í sumar þegar skýstrókar gengu yfir fá tjónsitt bætt þótt tryggingafélag þeirra hafi í upphafi hafnað bótaskyldu. Frábærar fréttir, segir annar bændanna. Föstudaginn 24. ágúst gengu skýstrókar yfir bæinn Norðurhjáleigu í Álftaveri í Skaftárhreppi. Strókarnir ollu töluverðu tjóni, hús skemmdust mikið, þök losnuð af 7 húsum og brakið fauk 100 metra. Þá lyftist jeppi upp af jörðinni og endaði á hvolfi ofan í skurði. Framkvæmdastjóri Náttúruhamfaratrygginga Íslands lýsti því strax yfir að hún bætti ekki tjón af völdum skýstróka. Þá fengu ábúendur á bænum þær upplýsingar frá VÍS að félagið myndi ekki bæta tjóni því þeir voru ekki með óveðurstryggingu. Lögmaður ábúendana hefur unnið að málinu síðan þá og nú komið annað hljóð í strokkinn. Það neituðu allir þeir sem við leituðum til með bótaskyldu að greiða en nú hefur VÍS skipt skoðun og það bara mjög ánægjulegt. Hvað varð til þess að VÍS skipt skoðun? Já, ég og mínir umbjóðendur bentum á ákveðin mistök sem þeir hefðu hugsanlega gert í flutningi trygginga á milli aðila, milli eigenda að búinu og þeir féllust á það og nú þeir að fara að senda matsmann á Suðurland til þess að meta nákvæmt tjón. Það gott að loksins að koma einhver lausn í þessu máli. Bara frábæra fréttir. Nú fáið þið einhverjar bætur út úr þessu, hvernig getið þið nýtt þá fjármuni? Það verður náttúrulega bara til þess að lagfæra hús og svo náttúrulega þarf að rífa ykkur. Þannig að þetta fer nú, það sem við fáum, það fer í þetta lagfæringar. Matsmaður hefur þegar lagt bráðabirgðamat á tjónið í Norðurhjáleigu. Það milli 7-8 milljónir gróflega metið. Í október lögðu þingmenn 5 flokka fram frumvarp á Alþingi að Náttúruhamfaratrygging Íslands skuli einnig vátryggja gegn tjóni vegna skýstróka. Mælt var fyrir frumvarpinu í dag. Mér finnst að þetta séu ófyrirséðar náttúruhamfarir sem ættu að bætast úr almannasjóði, hvort sem eru tryggðir eða ekki. Kona hefur setið í gæsluvarðhaldi í 10 daga grunuð að hafa reynt að bana tengdasyni sínum á Akranesi með því að stinga hann í brjóstið. Í varðhaldsúrskurðinum kemur fram að heppni hafi ráðið því að hnífurinn hafi runnið eftir rifbeinum tengdasonarins í stað þess að stingast inn á milli þeirra með mun alvarlegri afleiðingum. Maðurinn sagður hafa hringt á lögreglu vegna drykkju tengdamóður sinnar nærri barnabörnum hennar. Hún hafi reiðst því mjög. Konan talin hafa stungið á bíldekk mannsins til að koma í veg fyrir að hann kæmist burt eftir árásina og byrjaði að þrífa verksummerki og koma sönnunargögnum undan fyrir handtökuna. Mikill kynjahalli í þingnefndum kemur illa út fyrir Alþingi og samræmist ekki markmiðum jafnréttislaga, segir framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu. Vinstri græn vilja kynjavakt á Alþingi. Konur mistu 6 þingsæti eftir síðustu alþingiskosningar og skipa nú 3. þingmanna. 40 karlar sitja á þingi og 23 konur. Ég held að mörgum hafi brugðið í brún í rauninni þegar að niðurstöður voru ljósar. Vegna þess að í hlutfallinu þá erum við að fara 10 ár aftur í tímann og það alltaf stort stökk tilbaka. Þingmenn VG hafa nú lagt fram þingsályktunartillögu að sérstök kynjavakt sé stofnuð á Alþingi.
Hún geri úttekt á hvort og þá hvernig kyn hafi áhrif á aðkomu að ákvörðunartöku innan Alþingis, hvernig ályktunum þingsins og aðgerðaráætlunum ríkisstjórna í jafnréttismálum hafi verið framfylgt og skoði næmi Alþingis fyrir ólíkri stöðu kynjanna. Augljósasta dæmið fjárlaganefnd þar sem einungis ein kona á sæti af 9 nefndarmönnum. 2 konur sitja í allsherjar- og menntamálanefnd. Þetta kemur ekki vel út fyrir þingið, verð ég nú að segja, og alls ekki í samræmi við markmið jafnréttislaga. Það var bakslag í síðustu alþingiskosningum hvað varðar hlutfall kvenna og það að sjálfsögðu endurspeglast svo í nefndum þingsins, þar sem einfaldlega eru færri konum til að dreifa. Kvenréttindafélag Íslands kærði nefndaskipan fjárlaganefndar til kærunefndar jafnréttismála í desember. Þar vísað í 15. grein jafnréttislaga sem kveða á að við skipan í nefndir ríkisins skuli gæta þess að hlutfall kynjanna fari ekki undir 40%. Kærunni var vísað frá þar sem að félagið væri ekki aðili máls. Jafnréttisstofa hefur gert athugasemdir vegna kynjahalla í fastanefndum en fengið þau svör að 15. greinin nái ekki yfir þingið vegna þeirra aðferða sem notaðar eru við nefndaskipan. En sumir nota sömu aðferðir en fylgja samt jafnréttislögum. Við erum með 10 ára gömul lög og þetta eitt af þeim atriðum sem ætti gjarnan að koma til endurskoðunar. Forseti sænska þingsins hefur rætt í síma við flokksleiðtoga mögulega stjórnarmyndun eftir að Annie Lööf, formaður Miðflokksins, skilaði umboði sínu í morgun. Þingforseti hyggst tilkynna á morgun hvað hann geri. Meira en 2 mánuðir eru frá kosningunum í Svíþjóð og hvorki gengur né rekur að mynda nýja stjórn. Vi har nya konfliktlinjer í politiken. Þetta vandinn. Styrkur Svíþjóðardemókrata á þingi gerir myndun meirihlutastjórna til hægri eða vinstri ókleifa. Meirihluti flokka á þingi vill hins vegar ekki starfa með Svíþjóðardemókrötum. Líta á þá sem hægri öfgaflokk sem reki uppruna sinn til nýnasista. Miðjuflokkar vildi ekki styðja hægri stjórn Ulfs Kristerssons því hún hefði verið háð stuðningi Svíþjóðardemókrata. Den här regeringen som vi har röstat om idag, den innebär att den blir beroende av Sverigedemokraterna, vilket också Jimmy Åkesson var tydlig med i riksdagens kammare. Han kommer kräva eftergifter och jag är inte beredd att sätta mig i regering där vi blir till gisslan. Meirihlutastjórn því aðeins mögulega að hægri og vinstri flokkar vinni saman. Annie Lööf tókst ekki að höggva á þann hnút. Hún sagði í morgun að vissulega væri vilji til að huga að málefnum sem flokkarnir gætu komið sér saman en den här viljan inte är tillräckligt stark för att bryta låsningen i statsministerfrågan. Það úr vöndu að ráða fyrir Andreas Norlén forseta þingsins. Fréttaskýrendur hafa sagt að eini möguleikin í stöðunni sé að Stefán Löfven, formaður jafnaðarmanna, haldi áfram sem forsætisráðherra með stuðning eða hlutleysi flokka á miðjunni eða að boðað verði til nýrra kosninga. Framkvæmdastjóri Fjallalambs á Kópaskeri segir mikla möguleika felast í útflutningi á lambakjöti til Kína. Þarlendir kjötkaupendur eiga í viðræðum við fyrirtækið og útflutningur getur hafist leið og leyfi fæst frá kínverskum yfirvöldum. Fjallalamb eina afurðastöðin hér á landi sem uppfyllir skilyrði til útflutnings á lambakjöti til Kína. Heilbrigðisvottun á íslensku lambakjöti var felld inn í fríverslunarsamning ríkjanna fyrr í haust og útflutningur má aðeins vera af svæði þar sem aldrei hefur greinst riða. Framkvæmdastjóri Fjallalambs segir fyrirtækið tilbúið í þennan útflutning, náist það samningar. Undirbúningi hérlendi sé lokið og nú sé boltinn hjá kínverskum yfirvöldum. Ómögulegt sé að segja til hvað ferlið þar taki langan tíma, en kínversk fyrirtæki séu áhugasöm. Við erum svona að tala við fyrir einhverju alvöru við 4 aðila, það 4 fyrirtæki sem þau sína öll verulegan áhuga á íslenskt lambakjöt. Og hann segir markaðinn spennandi, þar fáist hærra verð fyrir kjötið en í Evrópu. Því hærri verð sem við náum inn á kínverska markað, því meira magn mun ég reyna að selja það. Fjallalamb þurfa að flytja út alltaf 120 tonn af kjöti á ári og náist góðir samningar verði sá útflutningur aukinn. Við getum aukið við okkur svona 30%, bætt við okkur 30% meiri slátt, þannig að við höfum alveg möguleika á því. Og meira ekki alveg úr svipað því andi bandarískra pílagríma sveif yfir Háskóla Íslands í dag þegar stúdentar komu saman og borðuðu kalkún. Bandaríska þakkargjörðarhátíðin í dag og í tilefni þess gætu hátt í 800 gestir sér á þakkargjörðarmat og biðu í langri röð eftir matnum.
150 kíló af kalkúnakjöti voru framreidd og kváðust gestir vera í miklu þakkargjörðarskapi. Einn gestur sagði að kalkúnaveislan væri bandarísk útgáfa af íslenskum töðugjöldum, uppskeruhátíð eins og þær gerist bestar. Veðrið á morgun og helgina verður veður með allra besta móti og bjart og stillt í flestum landshlutum. Hiti á láglendi verður í kringum frostmark en kaldara verður til fjalla þar sem frost getur verið á bilinu 3 til 10 stig. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer betur yfir spána hérna rétt á eftir. Og svo það Kastljós kvöldsins Einar. Já. Ég ætla að fjalla deilurnar í Sjómannafélagi Íslands. Heiðveig María Einarsdóttir sem var rekin úr félaginu á dögunum kemur í þáttinn og mætir formannsefni stjórnarinnar Bergi Þorkelssyni en hann verður sjálfkjörinn að óbreyttu innan skamms enda hafnaði kjörstjórn lista Heiðveigar í fyrradag og það alveg hugsanlegt að þau verði ekki alveg sammála í þessu viðtali. Svo það. En við ætlum að fara og sjá hvað það sem að verður boðið upp í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssoni. Við kynnumst rafíþróttum á Íslandi betur en nýlega voru rafíþróttasamtökin stofnuð. Ívar Ásgrímsson hættur með kvennalandsliði í körfubolta og liðið stendur á tímamótum. Og við heyrum í ólympíumeistara ungmenna í 200 metra hlaupi. Ég get ekki eins og lýst þessari tilfinningu bara að vera ólympíumeistari. Og þá það helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Foreldrar við Arnarbakka í Breiðholti eru óttaslegnir vegna sprautufíkla og ofbeldismanna sem hafast við nálægt gömlum verslunarkjarna í hverfinu. Fólki hefur verið hótað líkamsmeiðingum og sprautunálar fundist í bakgörðum. Núverandi og fyrrverandi starfsmenn Orkuveitunar hafa orðið fyrir þöggun á sínum málum í tengslum við skýrslu innri endurskoðunar á málefni fyrirtækisins að sögn stjórnarmanns í Orkuveitunni. Theresa May, forsætisráðherra Bretlands, segir samkomulag útgöngu Breta úr Evrópusambandinu innan seilingar. Framkvæmdastjórn sambandsins samþykkti í dag drög að yfirlýsingu framtíðarsamband Breta og ESB. VÍS hefur samþykkt að greiða bændum í Álftaveri bætur vegna tjóns í skýstrókum í sumar þrátt fyrir að hafa hafnabótaskyldu í upphafi. Samkvæmt bráðabirgðamati nemur tjónið tæpum 8 milljónum. Hjá Fjallalambi á Kópaskeri allt tilbúið fyrir útflutning á lambakjöti til Kína. Með því yrði hægt að auka framleiðslu fyrirtækisins þriðjung. Og þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum og veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is alltaf stútfullur af nýjum fréttum. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Íþróttafólkið